Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum hérna í Pakkhúsinu í bænum á Akureyri og næst komið að því að tala aðeins sumarið. Flestir hugsa sumarið með mikilli tilhlökkun, velta fyrir sér sumarfríum, fótboltamótum, ferðalögum erlendis og svo framvegis. En ekki kannski allir. Við lásum grein eftir hana Hildi Bolladóttur prest hér í Akureyrarkirkju, þar sem var undir yfirskriftinni Sumarblús. Sumarfrísblús? Sumarfrísblús. Og þá var verið að leggja svolítið áherslu á að þetta væri nú ekki alltaf bara að dansa á rósablöðum. Þetta stundum tilfelli? Segðu okkur kannski til að byrja með, hvað var það sem þú varst að leggja áherslu á það? Jú, ég bara þú veist, bara svona til þess að byrja við, taka það fram hérna í byrjun að auðvitað náttúrulega held ég að meiri hluta landsmanna njóti þess að fara í sumarfrí og hlakki til og skipuleggi það vel og fari vel út úr því. En ég var svona kannski, það er nú svolítið hlutverk presta að benda á það sem að betur mætti fara og svona í samfélaginu og líka bara út frá okkar reynslu og samskiptum við fólk og sálgæslu öðru. Og ég var svona, fór allt í einu að hugsa það þegar ég lít aftur farin veg, nei, sem sagt, yfir mitt starf að þá, það er svo margt sem leggst í dvala yfir sumartíman í kirkjustarfinu. Og ég meina það dregur úr kirkjusókn og allt þetta og okkur finnst það bara fullkomlega eðlilegt. Ég meina þegar ég er í sumarfrí til dæmis þá nenni ég ekkert endilega í messu. Bara kannski klippið þetta út á eftir. En það er eitt sem að leggst ekki í dvala og það eru sálgæsluviðtöl og kannski ekki síst hjónaviðtöl og paraviðtöl. Og mér hefur fundist svolítið undanfarin ár eins og þeim jafnvel fjölgi yfir sumartíman, svona þegar að fara vora og fólk er gangin í sumarið og svo kannski aftur eftir sumarfrí. Og ég fór svolítið að hugsa hvað þetta væri og ég held að mér finnst þetta raun og veru ekkert skrítið vegna þess að í hversdeginum þá getur maður svolítið skýlt sér og óuppgerðum tilfinningum á bakvið rútínuna sem maður er í. Það er mjög auðvelt svona bara að rúlla áfram í rútínunni. Þú veist, þú ferð þína vinnu, þú kemur heim, allir hafa einhver hlutverk á heimilinu, það þarf að koma börnunum í háttinn og elda matinn og allt þetta og þannig að það gefst kannski ekki alltaf æðislega mikið tími til þess að tala það hvernig fólki líður, tala ágreining sem að hefur komið upp eða gremju sem að er undirliggjandi í samskiptum hjónanna og svo kemur að sumrinu og þá liggur fyrir að menn eru að fara í sumarfrí og það þarf að skipuleggja það og svona og þá fyllist fólk stundu kvíða vegna þess að það hugsa með sér býta við eftir að eyða kannski mánuði saman öllum sólarhringnum og við erum eiginlega neydd til þess að konfrontera eða horfast í augu við það sem að hefur fengið að malla undir yfirborðinu allan veturinn og kannski einhver ár, veit það ekki. Eins ég er ekki bara að tala kannski hjónabandi í þessu samhengi, ég heldur líka bara einstaklingin og þar get ég bara talað út frá sjálfur mér. Það er mjög sérstakt, alltaf þegar ég fer í sumarfrí þá verð ég veik, ég byrja alltaf á því að vera veik. Ég er bara manneskja sem tek ekki pestar yfir höfuð, alltaf þegar ég sigli inn í sumarfríið, bara á fyrstu viku þá fyllist ég á kvefi eða fæ ælupest eða eitthvað fjanda og það er ekki eðlilegt. Þú veist, það segir mér það að ég er að lifa allt og streitufullu lífi aðra daga ársins og sem að þýðir það að ég er að lifa streitufullu lífi 90% lífsmíns, skilur við, eða meira og maður á að láta þennan sumarfrísblús kenna sér svolítið það hvernig maður á að lifa alla hína daga. Þú veist, ef maður kvíðir sumarfríinu með makanum að því að manni finnst eins og þá muni allt bara springa í loft upp eða þá að maður sem einstaklingur bara fyrstu vikuna er bara eins og dregin upp úr gröf, bara alveg stjarfur. Þú veist, þá þarf maður eitthvað að fara að endurskoða í lífi sínu. Og svo er það líka það sem þú nefndir að stundum í þessum sumarfríum þá náttúrulega verið að plana alls konar afslöpun og fjölskyldu samveru en þá starir heimilið mann í andlitið svolítið og þetta allt sem það var geimslan og bílskurinn og já, allt þetta hengið myndina og laga hurðina og þetta er stundum bara Já, og maður að því að þú veist, maður fer út af heimilun og mótnana og svona og maður getur svolítið líka hort fram hjá þessu, og ég held að það sé mjög nauðsynlegt þegar maður fer í sumarfrí að bara halda áfram að horfa svolítið fram hjá þessu, þú veist, og finna tíma fyrir þetta í rútíninu, skiljið, af því að þetta er svo dýrmætur tími, maður þarf svo mikið að hvílast í sumarfrí, það þurfa það allir, alveg sama hvað þeir vinna við, hvort þeir vinna, þið vitið, þú veist, á tannlæknastofu eru prestar að vinna nörðu það skiptir engu máli hvað fólk gerir, það eru allir undir ákveðnu álagi í lífi sínu. Og ef maður er ekki að njóta sumarfrísins með fólkinu sínu, maður er ekki að hvílast, uppbyggjast, upplifa eitthvað og maður upplifir náttúrulega ekki neitt nema maður sé búin að skipuleggja það. Þá annars bara rennur þetta manni og greipum og það er ferlegt.
að þá náttúrulega sko maður búin að missa mikið lífsgæði. Eða mér finnst það. Þannig að þú ert í raun að benda á að sumarfríið í þínu álagslífi getur orðið meira álag heldur en rútínu dagarnir. Já, vissan hátt sko og ég meina, hvað haldið þið? Nú ég kannski ekkit að ætla fólki eitthvað sko en af hverju eru sumir sem að taka aldrei sumarfrí og segist ekki á tíma til þess? Það kjaftaði, það allir rétt á sumarfrí. Það bara allir sem vinna þannig vinnu og það gert ráð fyrir fólk fáið sumarfrí. En þið hafa oft hitt fólk sem að segir já, nei, ég get ekki tekið neitt sumarfrí sko, það þarf ekki, þetta bara bullshit, skilji. Þannig að þetta getur líka verið ákveðin flótti, allar bara getur taka neitt sumarfrí. Líka kannski bara kunna að taka frí. Já, akkurat, svo það líka. Að hafa ekkert að gera, það getur líka verið óþægilegt. Það getur líka verið óþægilegt. Það er líka pirrandi, en þess vegna kannski þessi hugleiðing líka kannski snýst það kannski að undirbúa sig svolítið. Já, akkurat. Setjast niður og segja, ok, það þetta að fara að gerast. Hvernig ætlum við að tækla það? Hvernig eigum við að gera? Hvernig eigum við að gera þannig að allir séu glaðir og kannski tala það? Nákvæmlega, og líka það að til dæmis ef að fólk, það er komið frá maí og fólki líður ekki vel í sínu sambandi eða sínu hjónabandi, þá hægt að gera svo margt. Farið þið saman til ráðgjafa, farið þið saman í hjónabandsráðgjafa til sálfræðis eða til prests og fáið þið speglun á aðstæður ykkar vegna þess að það staðreyndin svo að þegar það farið að tala hluti, sko, það stundum sagt að sannleikurinn sé sár, ég ekki sammálaði, ég held að sé akkurat þetta óvissan, óöryggið og þetta ósagða sem sárt. Það það sem að dregur úr okkur lífskraftin. Og þegar maður sest niður með þriðja aðila og fær speglun á tilfinningar sín og líðan, sko, í lang flestu tilvikum verður fólki létt. Það kemur eitthvað gott út úr því. Þetta var, predikun dagsins. Predikun dagsins. Takk fyrir þetta. Omega. Omega okkar á N4. Takk hérlega fyrir komuna. Við viljum endilega fá þig oftar þegar þú ert nýkomið með pistla og ræða þetta frekar. Já, ég bara, það mjög gaman, sko. En við ætlum að ljúka þættinum, föstudagsþættinum í dag á því náttúrulega að segja góða helgi eins og venjulega, en við ætlum að enda með smá nótum frá Klassart, hljómsveitinni. Góða helgi. Kitchen floor, waiting to be found. I try to wash my face, the dirt won't get off, it stays on and feeds my compunction. I never thought that I would be the one who wouldn't call. I guess I didn't know me at all. I passed that mind game by and get myself to the next bar. I'm a sanctuary star. Painkillers and beer seem to cure my fear.